Það sem ég langar til að ræða við ykkur í dag vers sem hafði gríðarleg áhrif á líf mitt á erfiðum tíma í lífi mínu. Og mér langar að gefa ykkur smá hlutdeild inn í það sem að Guð hefur gefið mér í gegnum þetta vers. Og hvaða mikilvægt, vinir, að þegar við erum á erfiðum tímum, þegar við öll göngum í gegnum erfiða tíma, það bara þannig. Það rignir yfir réttláta og rangláta, kennir ritningin. Það rignir yfir alla. Við förum öll í gegnum erfiðleika. Við förum öll í gegnum þungar kringumstæður og sem betur fer, við förum líka öll í gegnum góða kringumstæður. Guð góður. Og í gegnum þetta allt saman, það þráir hann að mynda sína mynd í lífi þínu. Og það svo mikilvægt átt að segja á að við höfum val í kringumstæðunum. Þegar ég gengi gegnum erfiðleika í dag, þá hef ég val að leita til Drottins eða að reyna á mitt eigið hyggjuvit. Og staðreyndin svo að ég hef svo oft reynt á eigið hyggjuvit. Og þetta ég klár kona, þó ég segi sjálf frá. Ég kann að gera alls konar hluti, ég framtaksum, ég dugleg. Ég vil hugsa mig á niðurstöðu, ég vil gera hlutina svolítið, þú veist, af kappi. Ég mikil keppnismanneskja. En í Guði, Guð virkar bara allt öðruvísi, vinir. Það sem að Guð vill að ég geri í erfiðum kringumstæðum að ég varpi áhyggjum mínum yfir á hann. Ég á ekki að stjórna mínu eigin lífi. Ég á að láta stjórnin eftir til hans. Og vinir, þetta leksía lífs míns, að taka ekki alltaf í stýrið og fara að reyna að stýra hlutunum sjálf. Og það var einmitt í svona kringumstæðum, það sem að Guð gaf mér þetta vers sem ég ætla að fara í með ykkur. Og það í Jeremía 29:11. Og þetta sennilega vers sem að margir hér inni kannast við. Og ég veit að þetta vers sem að margir hafa haldið í gegnum lífsins ólgusjó. Og versið svona í Jeremía 29:11. Því ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður. Segi Drottinn, fyrirætlun til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Og vinir, þetta magnað vers, mögnu vers í Jeremía 29:11. Blessuð vers. Í þungum kafla. Reyndar í þungri bók. Ef að þú ert þunglyndur hér í dag, þá hvet ég til að lesa ekki Jeremía. Jeremía þung bók. Jeremía þannig bók að ef þú ert ekki með ljóskryss inn í lífið þínu og þú ert með fullur af heilugum andi, þá bara skilur ekki upp niður hvað máli snýst. En það sem var í gangi þarna að það var búið að herleiða þjóð Guðs. Hún var í Babylon. Hún hafði vilst af veginum eins og við gerum svo oft og svo gjarnan. Við förum að grípa stýrið þegar Guð vill að við látum eftir stýrið og leyfum honum að stýra okkur. Og hvað gerum við? Við förum að grípa í stýrið, við förum að reyna að stjórna sjálf. Og það endar þannig, vinir. Alltaf þegar við gerum hlutina frá eigin egói, þá endar það með einhverjum hætti í vegleysu. Því að við erum ekki guðir. Við vorum ekki kölluð til þess að lifa sem guðir hér á jörð. Við erum kölluð til þess að lúta Guði. Við erum kölluð til þess að tilbiðja Guð. Og þegar við grípum fram yfir hendurnar á Guði og við verum að reyna að stýra hlutinni í þá átt sem að við teljum að þeir eiga að fara. Og við erum stundum að gera þetta bara á góðum hug, að við teljum. Að þá förum við út í vegleysu og það nákvæmlega það sem gerðist fyrir líð Guðs á þessum tíma. Þeir voru búin að gera uppreisn gagnvart Guði. Og vinir, fyrsta og alvarlegasta syndin í okkar lífi, það ekki endilega við stelum og ljúgum eða slíkt. Fyrsta syndin uppreisn gagnvart Guði. Og við verum átt okkur að því, það eðli í okkur sem að vill ekki Guðs eðli. Og við þurfum að taka ákvörðun í kringumstæðum, ég ætla að beygja mig fyrir eðli Guðs. Ég ætla að lúta því sem að Drottinn segir hér í dag. Ég ætla ekki að taka ákvörðun út frá mínu hyggjuviti.
Og það nákvæmlega á þessum stað, þar sem að Ísraelsmenn voru á þessum tíma búin að gera upp á bak, búin að klúðra sínum málum, orðnir herlitir, voru orðnir ekki bara þjónar, þeir voru þrælar í ókunnugu landi. Og þú getur jafnvel spurt þig, þrælar? Við erum sko ekki þrælar. Þetta á ekkert við okkur í dag. En staðreyndin svo að þú ert þræll þess sem þú biður ósigur fyrir. Og ég ætla að segja þetta aftur. Biblían kennir að þú ert þræll þess sem að þú biður ósigur fyrir. Þannig að við verum átt okkur á því að vera þræll þýðir ekki bara að vera einhvers staðar, ég veit ekki, þarna í Miðausturlöndum fjær undir einhverju hervaldi. Þú getur verið þræll þinn. Þú getur verið þræll fíknar sem að stýri lífið þínu. Þú getur verið þræll þess að þú ræður ekki sjálf hvað fjármálin varðar. Þú getur verið þræll þess sem að gærdagurinn bara í skauti sér. Þú getur verið þræll þess sem einhver sagði við þig í æsku. Þú getur verið þræll þess sem einhver gerði á hlutin. Og það eru kannski mörg ár síðan. Vinir, við getum verið þrælar í svo mörgu. Og það sem að Guð vill segja við þig er að hann hefur vonaríka framtíð. Hann þráir að leysa þig í dag. Hann þarf að taka þig út úr þessum böndum fortíðar, þessum kringumstæðaböndum. Og hann vill gefa þér leysingu og líf. Það er það sem að Guð vill gera. Og hann hefur vonaríka framtíð fyrir þig. Hann vill leysa þig. Hann vill blessa líf þitt. Og hann vill gefa þér veg, hann vill koma þér aftur á sigurbraut. Spurningin er bara hvernig. Spurningin er hvernig. Þegar við erum komin algjörlega einhvern veginn út í skurð, hvernig rötum við tilbaka? Við höfum öll sömu köllun á líf okkar. Við höfum öll köllun til að taka við Jesú Kristi inn í hjart okkar. Það eiga allir menn að taka við Jesú Kristin í hjarta sitt. Því að Jesús er eini vegurinn, hann er eini sannleikurinn og hann er eina lífið. Og enginn kemst til föðursins nema fyrir hann. Við erum öll kölluð til að gera allar þjóðir að lærisveinum. Það getur enginn sagt að þetta er ekki mín köllun. Þetta er köllun okkar allra. Klárlega. Má ég heyra amen? Köllun okkar alla, við að gera fólk að læri sinu Guðs. En svo höfum við eitt og sérhvert ákveðna köllun líka. Köllun okkar sem á lífi okkar hefur oft með sársaukafulla reynslu okkar að gera. Við að feta í Jesú Krists fótspor og hann sagði lærið af mér. Og þegar hann hitti mitt læri sinn eftir upprisuna þá sýndi hann þeim sárin sín. Og hann sagði við Tómas, þreifa það sárunum mínum. Því að hann var með efa í hjarta. Hvað er ég að segja? Jú, við göngum í gegnum lífið og við fáum alls konar sáramerki á okkur. Það segir eitthvað við okkur. Það er eitthvað sem hafnar þér. Það er eitthvað sem gerir eitthvað á þinn hlut. En vinir, Guð vill lækna þig. Hann vill að þú getur sýnt öðrum sáramerkin og bent á Drottinn. Það er það sem hann vill. Halló. Það er það sem hann vill gera fyrir okkur. Má ég heyra amen? Ég held að maðurinn minn sé komið nóg að mér. Hann er að reyna að slökkva mér. Þetta er góður Ali. Halleluja. Þannig að sáramerkin okkar, alveg eins og með Drottinn, er ekki bara fyrir okkur. Hún er fyrir umhverfið okkar. Þessin er mjög alvarlegt mál að vera að koma á samkomi viku eftir viku, að leita Drottins viku eftir viku, en tak ekki við því hjálpræði sem hann er að gefa. Hann vill gefa þér lækningu. Hann vill gefa þér líf. Og vinir, hér í dag er kraftur Guðs til að lækna sálar angist þína. Má ég heyra amen? Þannig að Guð vill gefa þér lækningu. Það er það sem að Guð vill gefa. Og Guð vill gefa þér þessa persónlegu vonaríku framtíð. Hann vill ekki að óvinnurinn ræni frá þér vonaríkri framtíð. En spurningin er, alveg eins og munið í Sálmi 23, hann býður okkur borð frammi fyrir. Hvernig getur hann búið okkur borð frammi fyrir fjöndum okkar?
Why, Guð? Why? Það út af því hann veit að þú getur sigrað fjendur þína. Hann veit að borðið fyrir framan þig. Hann veit að í þér býr það sem að hann veit að getur komið þér að borði drottins. Hann veit hvað hann að gera. Og hann veit hvað býr í þér. Hann veit að Jesús býr í þér. Hann veit það. Og þess vegna segir hann býður borð frammi fyrir fjendunum. Og ég ætla bara að segja ykkur, fjendurnir eru oft á tíðum ekki þarna úti. Fjendurnir eru eigin raddir í eigin huga sem að fara að tala niður til þín. Þú getur þetta ekki, þú kannt þetta ekki. Þú svona, þú hinsegin. Þú búin að gera þetta í fortíðinni. Þú getur ekki fengið endurreisn. En ég ætla bara að segja ykkur, þessi sem að hvísla í eyrun á þér lygari. Það eiga allir heimtingu á endurreisni í drottni. Má ég heyra með henn? Því hann elskar okkur. Hann elskar þig. Og hann vill þér alltaf besta. Og vinir, þegar hann var að segja þetta við fólkið, þá var hann að minna þau á. Hann var að minna þau á, ég með svarið. Ég með svarið. Og á þessum tíma, þegar þetta var haldreipi í mínu lífi, ég ætla bara að segja ykkur örlitla vitnisburð. Þá fór ég svo mikið í kvíða og ég upplifði eins og ég þurfti að halda á svo miklu sjálf. Og ég man að ég var bara, vitu mínu fjær bara af áhyggjum í svo langan tíma. Þegar ég áttaði mig á að ég var orðin skurðgodýrkun í mínu lífi. Leyfiði mér að útskýra. Mér ekki ætlað að bera svona byrðar. Mér ekki ætlað að burðast hérna með rosalega byrðar. Hann segir, varpið af ykkur öllum áhyggjum og byrðum. Og ég mun veit ykkur hvíld. Og ég bara segja við ykkur, fólk, það fólk hérna sem að bera of mikla byrðar. Guð vil gefa þér lausn. Hann vil taka af þér byrðina. En hann líka heiðursmaður. Hann mun aldrei rifjast inn í líf þitt og gera eitthvað sem að þú býður honum ekki að gera. Hann heiðursmaður. Þú þarft að opna dyrnar. Hann stendur við dyrnar, segir ritningin, og hann bankar á. En það okkar að opna og hleypa honum inn. Og vinir, þegar ég fekk opinberun á það að ég átti ekki að vera að gera alla þessa vinnu, ég byggja ekki kirkjuna, það drottinn sem að byggir kirkjuna, þá fór allt að gerast í mínu lífi og ég fór að uppgöta bara hamingju og gleði á ný sem ég hafði tapað. Þannig Guð yndislegur, hann vill rétta við kúrsin okkar. Hann vill gera veg okkar skýrari. Og vinir, þegar við erum að leita drottins, þegar við erum að leita hans og við erum að spyrja hann, drottin, hvað á ég að vera að gera, hver mín köllun? Það svo mikilvægt, vinir, að leita ekki bara köllunni. Leitum að þeim sem kallar. Leitum að þeim sem með planið. Leitum að honum sem veit fyrir víst hvað þú átt að vera að gera. Vertu tengdur inn í hinn hæsta. Eigðu samskipti við hinn hæsta á hverjum einasta degi. Leyfðu Guði að umbreyta lífinu, leyfðu hugsunin að breytast þegar þú lest orð Guðs. Og ég hvet ykkur, alveg eins og Gunnar minn var að tala hérna rétt áðan. Vinir, þetta ávöxtur okkar lífs. Það Hulda María og Gunnar. Og ég skal bara segja ykkur það að ávöxturinn góður. Að ávöxturinn þekkist tréð. Og ég svo opaslega stolt af þeim. Og vinir, það sést þegar þú tengdur í Krist. Ávöxturinn bara koma. Og allt í henni bara stígur inn í það sem þú átt að vera að gera. Því hann trúfastur. Má ég heyra með hann trúfastur. Þannig hann hefur áætlun fyrir þig. Hann hefur plan fyrir þig. Jafnvel þótt þú sért hérna kannski í dimmum dal, þá hefur hann stórkostlega áætlun til heilla, ekki til óhamingju. Til þess að veita þér vonaríka framtíð. Tökum á móti því í dag, vonarík framtíð. Ég tala vonaríka framtíð yfir líf okkar. Í Jesú nafni. En vinir, það endar ekki þar. Það stendur hér í Jeremía 29
þegar þeir ákalli mig og komið og biðji til mín, þá mun ég bænheyra yður. Ef þið leiti mín, munu þið finna mig, því að þið leiti mín af öllu hjarta. 14. Læti yður finna mig, segir Drottinn. Ég mun snúa við högum yðar og safna ykkur saman frá öllum þeim þjóðum og stöðum sem ég hef hrakið ykkur til, segir Drottinn. Ég mun flytja yður aftur til þess staðar sem ég gerði ykkur útlega frá. Og ég ætla að lesa aftur. Þegar þið ákalli mig, segir Drottinn, og biðið mín, þá mun ég bænheyra yður. Ef þið leitið mín, segir Drottinn, þá munið þið finna mig, segir Drottinn. Halleluja. Þannig að til þess að finna planið, þá þarf að fara til þess sem að plana þig. Þú þarf að fara til þess sem að býr til planið. Ekki leita langt skammt, leitaðu í upprunnan. Leitaðu til Drottins. Og vinir, það eru mjög margir falskristar hér úti. Ég ætla bara að minnast á það sérstaklega hér í dag. Það sem að særi mitt hjarta er þegar fólk að predika eitthvað annað fagnaðarerindi. Vinir, fagnaðarerindi okkar er Jesú Kristur dó, hann reis upp á 3. degi og hann lifir. Og vinir, kirkjunamenn þurfa að standa með sannleikanum, því að það er ekki til meiri fjársjóður heldur en í orði Guðs. Og ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindið, því að það er kraftur Guðs til hjálpræði öllum þeim sem trúir. Halleluja. Þannig að ég ætla ekki að skammast mín fyrir fagnaðarerindið. Það hefur bjargað lífi mínu aftur og aftur og aftur. Og ég að segja ykkur í dag, það getur bjargað þínu lífi líka. Ef þú bara leitar hans. Og vinni, leiðin þeirra Ísraelsmanna forðum daga er sama leið og Drottinn vill gefa okkur. Hann segir leiti mín. Og ef þið leiti mín, þá munið þið finna mig. Ekki reyna að gera hlutina sjálf, leitiði mín. Og hvernig gerum við það? Jú, í miðjun og kringumstæðum, vitið hvað ég farin að gera þegar erfiðleikar steðja að? Ég veit þetta hljóma fáránlega. Takk, Magga mín. Þá fer ég að lyfta upp nafni Jesú. Ég fer bara að treysta Jesú. Vinni, ég ger ekki það sem hold mitt vill gera í kringumstæðunum. Ég ven mig á að lyfta upp nafni Jesú í kringumstæðunum. Ég segi, Drottinn, ég veit ekki hvað er í gangi, en ég kýs að treysta þér. Ég kýs að lyfta upp þínu nafni. Ég vil þakka þér fyrir allt það sem að þú hefur gert í mínu lífi. Og vinni, það sem að þú hefur gert í mínu lífi er ótrúlegt. Það er ekkert minni en ótrúlegt. Ég hef upplifað kraftaverk aftur og aftur og aftur. Bæði Hulda María og Gunnar eru kraftaverk. Gunnar dó í fæðingu. Læknandi sögðu við okkur að hann ætti ekki að lifa þessu lífi sem að þið sjáu hér í dag. Það er ekki að sjá, Guð reist hann við algjörlega. Guð hefur leyst hann, Guð hefur blessað hann. Ég hef upplifað svo mörg kraftaverk. Hulda María, dóttir mín hér, sem að kannski kannast við út, hún er ekki alveg svona ábyrjandi hérna, allavega ekki enn. Við ætlum að fá hana til að syngja með hérna fljótlega. Má ég heyra amen, söfnur? Smá pressa. Hún fekk heilahimnubólgu. 3,5 ára gömul. Við fengum lækni heimsókn og ég spyr lækninu tvisvar. Ég segi, getur verið að hún sé með heilahimnubólgu? Hún var að deyja í fanginu á mér. Og daginn eftir þá fann ég Drottinn bara pikka í öxlunum og ég bara fann þetta mjög skýrt og hann sagði, Sibba, upp á sjúkrahús með hana akkurat núna. Og hvað gerðist? Ég fer upp á sjúkrahús með hana og það mátti engin tími missa. Hún þurfti að fara í öndunarvél, var komin á gjörgæslu. Hún hefði ekki lifað hálftíma í viðbót. Svona ekki við nákvæmur. Ég fundi það aftur og aftur og aftur. Ef ég treysti Drottni, ef ég reiði mig ekki á eigið hyggjuvit, ef ég reiði mig ekki á hluti sem að ég hef venjulega stöðst við, og leita Drottins, þá er Guð með mér. Guð er með mér. Og sjá þessi börn minn hérna í dag. Þvílíkir öflugir einstaklingar í ríki Guðs. Ég er alveg komin út fyrir efnið, en mér langaði að gefa ykkur þetta. Halleluja. Halleluja. Til þess að finna tilgang
þá þurfum við að passa hvar fókusin okkar Og ég veit rosalega marga sem að fara á alls konar lækningasamkomur og alls konar svo, og ekkert að því, vinir. En við þurfum að passa okkur á því að við leitum ekki að lækningunum eða gjöfunum og ekki gjafaranum. Og vinir, við tilheyrum gjafaranum. Við lofum gjafaran. Og ef hann gefur okkur gjafir þá það frábært. En það sem hann hefur gefið okkur fyrst og síðast, það eilíft líf. Og vinir, það mikið meiri nóg. Og þegar við lofum hann, þá lofum við hann í anda og sannleika. Við lofum hann því að hann trúfastur. Við lofum hann út af því hann með okkur í öllum kringumstæðum. Við lofum hann út af því hann með okkur þegar við förum í gegnum dimman dal. Hann líka með okkur þegar við förum á fjálstoppana. Hann alltaf með okkur, vinir. Og þvílíkur vinur sem að drottin Þvílíkur vinur. Hann nærri en bróðir. Hann vill vera í lífið þínu og hann vill eiga hlutdeild í lífið þínu. Og vinir, það svo mikilvægt. Pössum okkur ekki að leita langt, við skamt leitum til drottins. Eigum samfélag við hann á hverjum einasta degi, lesum orð hans, biðjum til hans og vanrækjum ekki safnaðarsamkomur. Þetta safnaðarsamkoma. Þið finnið það. Það kraftur hér í dag. Og vinni, krafturinn til þess að binda og leysa. Það kennir líka ritningin. Þegar við komum saman og við gerum það sem að Biblían segir okkur að gera, þá höfum við kraft til þess að binda og leysa. Og ég hef svo oft sagt, ég kem í gegn öllu þunglindi. Ég kem í gegn öllum kvíða. Ég kem í gegn öllu því sem að ásækir hugaðinn. Af hverju? Því að við höfum vald í dag. Þegar við komum saman í einingu andans, þá getum við bundið og við getum leyst. Og ég ætla að binda og leysa hér í dag. Ég þakka Jesú fyrir frið sem aðri öllum skilningi, sem mun koma inn í hug ykkar, mun yfirskyggja alla ykkar veru. Og þið muni finna það þegar Jesús að banka í ykkur. Þegar hann vill að þið framkvæmi eitthvað, þá muni þið finna það. Halleluja! Og allir liðurinn sagði, halleluja! Mér langar til þess að fara í Jóel 2:25 út af það kemur svolítið inn á það sem að stendur í Jeremía. Og það stendur svo, ég bætiður árin sem engisbrettan át upp. Þeim sem smávarkurinn, grasvarkurinn og jarðvarkurinn átu. Svolítið erfið texti. Sá mikli her sem ég sendi gegn yður. Og af hverju segi ég þetta? Hann segir, ég mun snúa við högum ykkar. Og af hverju nefni ég þetta sérstaklega? Jú, margir eru hér í dag og upplifa jafnvel að óvinurinn hafi tekið rosalega mikið frá viðkomandi. Stundum upplifa eins og bara árin hafa farið og við erum jafnvel búin að vera að biðja fyrir börnunum okkar, eða við erum búin að vera að biðja fyrir aðstandendum okkar, eða við erum búin að vera að biðja fyrir okkar eigin kringumstæðum og við kannski sjáum lítið gerast. En það sem að Guð að lofa okkur, þegar við leitum hans, þegar við biðjum til hans, þegar við setjum hann sem útgangspunktin í okkar lífi, þá ætlar hann að gefa okkur tilbaka. Finnst ykkur þetta ekki frábært vers? Hann ætlar að gefa okkur tilbaka það sem að átvarkurinn tók. Hver hér inni hefur upplifað að átvarkurinn hefur tekið? Má ég sjá hönd á lofti? Ég held bara flestir. Og ég ætla að segja ykkur hér í dag að Guð ætlar að gefa ykkur tilbaka það sem að djöfullinn hefur reynt að stela. Og þú hefur haldið, þið ekki, amen. Hvernig væri bara að gefa Guði gott klapp? Halleluja! Halleluja! Við ætlum ekki bara að vera, við ætlum að fá allt tilbaka. Við ætlum að fá betri samskipti tilbaka. Við ætlum að fá lagfæringu í samskipti. Við ætlum að fá heil hjónabönd. Allir við erum reyndar í mjög góðu hjónabandi. Má ég heyra amen? Halleluja. Allir var bara, já, heil hjónabandi. Allavega, hvar var ég? Nei, það sem hann ætlar að gera að laga. Hann ætlar að endurreisa. Hann ætlar að gefa líf.
Hann ætlar að gefa nýtt líf. Og vinir, jafnvel í glæður sem að virðast vera bara svona einhvern veginn, þá ætlar hann að gefa nýtt líf. Og hann blæs í glæðurnar. Og það sem hann vil gera að hann vil gefa okkur báðum, og ég var að tala þetta í brúðkaupi í gær, ég var að gifta vinkonu mína, vinir, hann vil að gefa okkur kærleika til sannleikans. Og þegar við erum með kærleika til sannleikans, þá erum við rétti makinn. Þegar við leitum hans, þá erum við besta útgáfan af sjálf okkur. Þegar við leifum honum að endur hreinsa hugsun okkar, þá komum við bara naturally vel fram í fólki í kringum okkur. Þess vegna skiptir máli að tengjast uppsprettunni, vinir. Ekki fara þangað eða þangað að leita einhverju fixi. Getum við talað um það í smástund? Og vinir, ég er seg þar. Ég stundum leita af einhverju fixi í mitt líf og ræktin eina af þessu fixi sem að hefur verið í mínu lífi og ég þarf að passa að það verði ekki eitthvað svona skurgoð í mínu lífi. Vinir, uppspretta mín þarf að vera drottin. Uppspretta þín þarf að vera drottin. Það má ekki vera eitthvað annað. Og vinir, hann afbrýðsamur Guð þegar kemur að þessu, hann þráir þig. Hann þráir hjarta þitt. Og vinir, hann mun halda áfram að reyna að ná í hjarta þitt með öllum tiltækum ráðum sem betur fer. En gefum honum hjartað. Og hann mun endurreisa líf þitt. Hann mun veita þér vonaríka framtíð. Hann mun blessa þig á allan hátt. Hann mun byggja það sem hefur verið brotið. Og það stórkostlegt, halleluja. Má ég heyra amen. Og hérna í lokin, bara þannig þið vitið, þetta bæði búið að vera í Gamla testamentinu, þannig að Gunnar minn fyrirgefur mér þegar hann kemur heim. Þá ætlum við að fara í Mattheus 6:31 og þetta verður að enda þar. Erum við ekki sammála, Gunnar? Jú, þetta var skýrt. Og hér stendur, segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski faðir veit að þið þarfnist alls þessa. Svo segir hann þessa setningu sem á að hringja í eyrum okkar. Hann segir, leiti fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt þetta veitast yður að auki. Má ég heyra amen. Þannig að í staðinn fyrir að leita fixi, í staðinn fyrir í erfiðum kafla, jafnvel í erfiðri bók lífs okkar, þá ætlum við að leita til höfundarins. Við ætlum að leita til drottins. Við ætlum að leita hans og hann segir að þið leiti mína öllu hjarta, þá munuð þið finna mig. Þið munuð finna mig.